John Lennon. Ég ligg hérna nakin upp í rúmi við hliðina á Yoko Ono. Hún í fötum. Ég var búinn að biðja henni alla sig, en hún vildi það ekki. En ég sagði bara fínt, hún svo klippuð, en ég elska hana samt. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Hún held ég alveg búinn að missa viti, sko. Hún var hérna nakin í 3 daga. Hún var að fela öll fötin mín. Það er ekki búið að vera matur. Ég er ekki búinn að borða neitt. Ég fann kexpakka upp í skápbáðunum og ég gæti ekki, ég faldi hann fyrir hún. Ég er að spara. Ég bara veit ekki hvað gerist næst. Þetta nú alveg stór skrítið stundum. Það að með þess að koma. Nú hún komin í ruslapoka. Hún heimtar í bindi fyrir opið. Og ég bara ekkert alveg sem mér langi til þess að hjálpa konunum minn að vera með ruslapoka. Hvað heldur að mamma hefði sagt þegar hún veit að sonurinn var að hjálpa konunum sinni að loka sig í ruslapoka? Hæ, þetta John Lennon. Nú hún algjörlega búinn að missa það. Hún tók öll fötin mín og sagði að þetta væri ekki nóg austurlenskt og brendi það. Og kveikti í allri hæðinni sem húma. Sem betur fyrir var enginn heima. En ég þurfti að hoppa á svona dínu hjá slökkviliðinu maður og Yoko þarna eftir mér og gargaði eitthvað þarna maður og ég bara, hvað er þetta? Ég veit ekki, á maður að halda þessu áfram? Já, hún var svo fín. Já, hún John Lennon. Hún getur nú alveg verið. Hún kom með eplafæðin í svo karmelosósunni með mér. Og ég var sofandi. Og svona blés eftir á mér. John! Þetta var bara yndislegt móment. Jæja, núna líst mér á litlu yndisperluna mín. Hún kom með ný föt handa mér og þetta var bara grín í henni þarna síðast. Og ég knúsaði hana og faðmaði hana að mér og sagði, þú ert yndisleg. Hæ, John Lennon. Hún þarf alltaf að eyðileggja allt. Þetta skiptið þá kom blaðamaður til mín og ljósmyndari og ég ætla bara að ræða heimsfrið og var skoða danna og flott og allir fengu sér kaffi og köku. Svo einhvern veginn textinni eins og einstaka hátt að í staðinn fyrir að ég sitji þarna í friðarjakkanum mínum með friðarhúnum mína þá ég orðinn allsnakinn, hún í fötum, upp í rúmi og ég er svona hjúfra með hlaðinu og þetta var hlaðinu frábært með þetta John Lennon hakinn og ég veit ekki hvernig að vera. Hæ, þetta John Lennon hérna. Ég búinn að skipta svona, hún æðisleg. Ég elskar hana út af lífinu. Hún alveg það besta sem nokkuð til að koma inn í þetta líf. Heldur hún ekki bara tekið gömlu gleraugun mín og brotið þau og hent þeim í ruslið og gefið dæmi í svona kúlugleru. Og ég bara hef aldrei litið betur út. Og þetta bara æðislegt. Ég hef aldrei mikið betur gjöf að takk Jón, ég elska þig. Jæja, þá er það. Ég hættur í bílunum og ég ætla bara að gera músík með Yoko. Hún alveg yndisleg sem kona og æðisleg tónlistarmaður. Hún meira þess að betur en Elvis Presley.